Það gerði 3 vikur mót, þið voru að kynna nýja glæsilega treyju, svona komin spenna í þig? Mikil. Ég held svona eins og flesti leikmenn eru mjög spenntir bara að svona æfingamótin og æfingaleikirnir klárist og komið smá alvar í þetta. Við förum að spila fyrir 3 stig, þannig að það er svona með betra veðri og fleiri áhörðum að það verður svona aðeins skemmtilega að fara að spila. Við byrjum kannski á þessari treyju, hún er gullfalleg, þú komin í síðerma og í númer 10, svona allt back to normal. Já, ég held það. Ég vil nú bara gefa þeim rós, öllum þeim sem komu að bara hönnuninni og að búa til þessa treyju. Þetta er mjög vel gert hjá þeim. Ég held að það sé bara mikil ánægði með treyjuna. Býð spenntur eftir varatreyjunni. Skilst að hún hefur verið mjög flott líka, þannig að ég held að allir þeir sem koma að þessu hafa bara gert mjög vel. Förum út í landsliðshópurinn tilkynntur í gær. Þú fyrsta sinn í hóp í opinberum glugga í rúmt ár, hlýtur að vera bara mikil gleðitíð? Mjög ánægður, mjög spenntur. Já, eins og segi, bara hlakka mikið til og 2 svona spennandi og skemmtilegir leikir framöndan, þannig að ég er svona, já, eiginlega bara bíða eftir því og mjög spenntur að fara út. Þetta ekkert í hópnum fyrra, kom þetta að einhverju leyti á óvart þetta val? Já og nei. Þetta ræddi bara vel og mikið við Arnar bæði í Mexíkó og svona í aðdragandanum að þeim leik og því verkefni. Ræddi síðan aðeins við hann, hvort það hefði ekki verið í síðustu viku, varðandi þetta verkefni, þannig að ég, jú, auðvitað er maður alltaf vonast til að vera í hópnum en sem betur fer sá ég að hringja, þannig að ég var mjög ánægður að ræða hann. Hvernig var þetta Mexíkó-verkefni? Arnar sagði á blaðamannafundi í gær að þú hafði sagt að þetta hefur verið einn erfiðasti leikur sem þú hefur spilað, er það rétt? Já, bara út af þeirri hæð sem við vorum í. Það var bara gríðarlega erfitt einhvern veginn að anda. Líkamlega þá var maður ekki einhvern veginn þreyttur í líkamanum eftir leikinn, en meðan hún spilaði þá einhvern veginn bara hafður ekki orku í að hlaupa mikið. Bara greinilega út af hæðinni og Mexíkóinir sögðust vera bara vanir þessari hæð, jafnvel meiri hæð, þannig að það svona, já, gerir þetta mjög erfitt fyrir og bara erfitt að, eins og ég segi, bara hlaupa í 3-4 mínútur sem hefur nú venjulega ekki verið vandamál. Hvernig var svona stemningin í kringum leikinn? Fannstu fyrir mikilli öryggisgæslu? Mjög mikilli, sérstaklega á leikdag, en já, það var náttúrulega bara mikil óvissa og þótt að það er svona kannski ekki verið að gerast alveg á því svæði sem að við vorum, en það var bara mikil óvissa hvað myndi gerast á næstu dögum og svo framvegis, en ég held að bæði KSÍ og kannski svona mexíkóska knattspyrnusambandi og allir þeir sem sáu svona öryggi liðana hafa bara gert mjög vel. Hvernig, bara svona, þú með landsliði, hversu langt ertu að horfa? Ertu bara að horfa á næsta glugga eða ertu að horfa á að vera í þjóðadeildinni í haust eða undankeppninni þar á eftir? Hvernig ertu að horfa á þetta? Bara vonandi sem lengst, sko. Ég auðvitað núna bara full einbinding á þessa 2 leiki og bara reyna að standa með eins vel og ég get og reyna að kynnast svona, hvað maður segja, leikstíl og öllu því sem kemur varðandi bara uppspil og hvernig Arnar og bara landsliðið í heild sinni vill spila. Auðvitað mikil breyting frá því fyrir kannski 5-6 árum, en aftur á móti eru við með marga gríðarlega, ekki bara efnilega, heldur bara mjög góða leikmenn að spila á háu leveli. Þannig að ég held að framtíðin sé björt og ég held að stórmót sé ekkert endilega mjög langt frá þessu liði, þótt að þetta vanti kannski smá upp á, en það er oft sem að kannski svona fyrir nærði ekki settum markmiðum að þá svona farið meiri kraft til að ná næsta markmiði, þannig að ég er mjög svona mikla væntingar og mjög spenntur fyrir að sjá hvað gerist í næstu undankeppni, þannig að ég vil auðvitað vera hluta því. Við förum hérna heim 3 vikur í fyrsta leik sem er gegn Breiðabliki. Hvernig er svona alvöru opnunarleikur? Bara frábært fyrir okkur, frábært fyrir deildina held ég.
þetta bara kominn tíma að fara að spila í deildinni. Svona lengri kantinum hérna undirbúningstímabilinu hérna á Íslandi, þannig að ég held að það er langt síðan að menn eru svona tilbúnir og hérna farnir að bíða til fyrsta leik. Mikið rætt endurkomu Jóhanns Bergs eða mögulega endurkomu. Svona, hefur þú eitthvað rætt við hann að heyrta þér? Já, ég hef alveg spjallað við hann þetta. Það er bara síðasta verkefni og í vikunni líka. Ef hann ákveður að koma heim þá er það held ég bara frábært fyrir auðvitað Breiðablik og frábært fyrir deildina og svona áhorfendur á deildinni. Fleiri góða og frábæra leikmenn sem deildin fær, því betra er það bara fyrir umfjöllun og liðin sjálf. Þannig að þetta kemur með gríðarlega mikla reynslu þá inn í deildina og búin að eiga frábæran fyrir. Takk hérlega.